svolítið sérstakt að vera hérna. Við erum búin að halda þessa fundi í mörg ár. Venjulega 300 manns í salnum, en nú hér afskaplega falleg Svana-fjölskylda fyrir aftan okkur og það nú eiginlega eins og ráðhúsið sé byggt til þess að vera einhvers konar sjónvarpsstúdíó. En ég ætla að fara í gegnum eins og við gerum árlega hver staðan í uppbyggingu íbúða í borginni, hvert útlitið hvar við sjáum næstu svæði þróast, hvar við ætlum að úthluta lóðum á næsta ári og hvert stefnir með í raun hvern og einn reit. Í upphafi reynum við að horfa á það hvernig síðustu ár hafa verið, hver staðan á íbúðamarkaði, fáum dýpri kynning á því hér rétt á eftir. En síðan förum við í raun yfir borgina frá vestri til austurs og skoðum hvað í gangi, hvað í pípunum og hvernig útlitið Ef við ræðum árangur þá þetta hægt að nálgast það frá mörgum mismunandi sjónarhornum. Þarna sjáum við til dæmis Efstaleitið, þar sem hefur byggst nýr hverfishluti sem í raun tilbúin á ótrúlega skömmum tíma og hefur tekist frábærlega vel. En þegar við erum að meta árangurinn þá erum við ofta að bera okkur saman við þau markmið sem við setjum okkur í aðalskipulagi borgarinnar. Og þar eru markmiðin skýr þegar kemur að þróun borgarinnar. Við viljum þéttari byggð, þar með betri þjónustu. Við viljum öfluga uppbyggingu fyrir alla sem þýðir að borgin hefur reynt að ýta undir uppbyggingu húsnæðisfélaga sem ekki starfa í hagnaðarskyni, heldur til þess að koma öruggu þaki yfir höfuðið hjá þeim sem hafa aðeins lægri tekjur eða lítið á milli handana. Og síðan viljum við að vöxturinn, uppbyggingin sé í góðu aðgengi að öflugum almenningssamgöngum og þetta eru meginstefin í aðalskipulaginu og þetta eru líka meginstefin í tillögu að viðauka við aðalskipulag sem eru að fara út til kynningar og við munum fjalla betur hér á fundinum á eftir. En ef við horfum bara á tölurnar þá settum okkur mjög metnaðarfull markmið varðandi þéttingu byggðar og sögðum að 90% af uppbyggingunni ætti að vera innan núverandi marka borgarinnar og raunar höfuðborgarsvæðisins. Við sjáum að á undanförnum árum hefur 95% af uppbyggingunni verið innan þessara marka og núna erum við í viðaukanum að setja okkur það markmið að öll uppbygging til næstu 20 ára verði innan vaxtamarkana. Ef við horfum á hlutfall íbúða sem eru að byggjast á vegum óhagnaðardrifinna félaga þá erum við með það markmið í aðalskipulaginu að fjórðungur íbúða eða 25% sé á þeirra vegum. Undanfarin ár höfum við verið í gríðarlegu átaki hvað þetta varðar vegna þess að þetta vantaði. Það vantaði íbúðir fyrir þá sem hafa minna á milli handana og þurfa enga síður og ekkert síður en þeir sem hafa meira á milli handana örugt þak yfir höfuðið og 37% af uppbyggingunni undanfarin ár hefur verið af þessu tagi. Þegar við horfum áfram að þá erum við enn með þetta markmið fjórðung og teljum að til lengri tíma að þá muni það nægja til þess að fá heilbrigðari og betri húsnæðismarkað. Aðeins til þess að bregða upp mynd af hvað við erum að tala þegar við erum að tala húsnæðisfélög án hagnaðarsjónarmiða. Þá höfum við verið að vinna með fyrsta lagi verkalýðshreyfingunni. Markmiðið að byggja upp 1000 íbúðir í samvinnu við Bjarg sem stærsta uppbyggingafélag verkalýðshreyfingarinnar sannarlega og nánast landsins. Við erum að fjölga stúdentaíbúðum í samvinnu við Félagsstofnun stúdenta, byggingafélag námsmanna og Háskólann í Reykjavík. Við erum að vinna með fullt af sjálfseignarstofnunum þegar kemur að íbúðum fyrir eldri borgara. Við erum að vinna með búseta við að fjölga búseturéttaríbúðum og við erum að vinna með félagsbústöðum sem húsnæðisfélag Reykjavíkurborgar
eitt stærsta fasteignafélag landsins. Þar erum við bæði að fjölga almennum félagslegum leiguíbúðum og húsnæði fyrir fatlað fólk. Þetta eru alls 4.000 íbúðir sem við erum að tala sem svona 2,5 Seltjarnarnes, ef við viljum telja íbúðir og setja þetta í eitthvað samhengi. Þetta svona 1 Mosfellsbær fyrir þann hóp sem hefur átt erfitt með að fóta sig á húsnæðismarkaði, og það hluti af því að gera hann heilbrigðari að koma til móts við þennan hóp. Hér sjáum við hvernig gengur. Við náðum því markmiði að yfir 2.500 af þessum íbúðum fóru af stað innan 5 ára. Það var markmiði sem við settum okkur 2014 og þessu vindur býsna hratt fram. Núna erum við líka komin lengra með áherslurnar á almenningssamgöngur og erum að undirbúa fyrstu framkvæmdir við borgarlínu. Það skiptir mjög miklu máli og tengist uppbyggingaráformunum, því við viljum að langstærsti hluti uppbyggingarinnar í Reykjavík á næstu árum og áratugum raunar verði í nálægð við frábærar almenningssamgöngur, nálægð við borgarlínu. Og fyrstu áfangarnir eru að fara af stað og þar erum við í mjög góðri samvinnu við önnur sveitarfélög og Vegagerðina. Aðeins til að tala tölur, þó að þá rétt að minna á það að áhersla borgarinnar byggist ekki í húsnæðismálum, birtist ekki aðeins í fjölda íbúða og slíkt, heldur líka bara í fjárframlögum til félagslegra húsnæðisúrræði. Þau eru 16 milljarðar í ár og verða 85 milljarðar á næstu 5 árum. Þá erum við að tala stofnframlög vegna nýrra íbúða, þá erum við að tala sérstakar húsnæðisbætur og þá erum við að tala stuðningsþjónustu inn á heimili við þá sem á henni þurfa að halda. Þetta er lykilatriði í því að búa til borg fyrir alla. En hver þá staðan á íbúðamarkaði? Í fyrsta lagi að þá erum við stödd á mesta uppbyggingarskeiði í sögu borgarinnar. Árið 2020 er 5. árið þar sem við erum að byggja mun meira en á meðalári. Við höfum verið yfir 900 íbúðir öll árin. Raunar var 2018 algjört metár þegar yfir 1400 íbúðir fóru í byggingu. Talan lækkaði aðeins í fyrra en við sjáum á tölunum í ár að við erum komin yfir útgefin byggingarleyfi síðasta árs og spáum því að við lyftum okkur yfir 1000 íbúða markið, en það einmitt þar sem við viljum vera að meðaltali til næstu 10 og kannski 20 ára 1000 íbúðir á ári. Við erum sem þetta stefna að kraftmiklum vexti borgarinnar í græna átt inn á við. Vegna þess að minna fór í gang í Reykjavík í fyrra heldur en fyrir 2 árum og það 1200 íbúðir sem urðu tilbúnar í ár, að þá sjáum við að íbúðum í byggingu hefur fækkað lítillega. Hér eru tölur sem eru talning Samtaka iðnaðarins sem telja byggingar þegar komin svokölluð botnplata. Þannig ekki nóg að grafa holu, það verður að vera byrjað að rísa eitthvað í henni til þess að þetta teljist íbúð í byggingu og svo þegar flutt inn að þá hverfa auðvitað íbúðurnar úr þessum tölum. Þannig að þeim hefur fækkað lítillega, en við sjáum það að það gríðarlegur vöxtur í íbúðauppbyggingu undanfarin ár í Reykjavík, á meðan þetta jafnara eða jafnvel lækkandi tölur í nágrannasveitarfélögunum. Og Samtök iðnaðarins telja ekki stúdentaíbúðir og ekki hjúkrunarheimilisrými, þannig að hér búið að bæta þeim tölum inn vegna þess að Reykjavík hefur auðvitað sérstöðu þegar kemur að því að leggja mjög mikla áherslu á ungt fólk og stúdenta þegar kemur að uppbyggingu húsnæðis. Við sjáum sömu þróun í íbúafjölgun. Það algjört metár í fjölgun Reykvíkinga síðastliðin 3 ár.
Reykvíkingum fjölgaði tæplega 3.000 í fyrra og hittifyrra og það stefnir í svipaða tölu núna þrátt fyrir óvissuna og þrátt fyrir COVID. Þetta eru hærri prósentutölur en við höfum séð lengi og þetta töluvert meiri íbúafjölgun en við höfum séð að meðaltali allt frá árinu 1960. Meðaltali hefur verið kringum 0,9% en núna erum við eða yfir 2% síðustu 2 ár sem mjög mikill vöxtur í borg. Og hvar íbúum að fjölga? Þeim reyndar að fjölga alla borg. Við erum að dreifa uppbyggingunni það víða að við sjáum að íbúum að fjölga alla borg. Póstnúmeraskiptingin reyndar að breytast. Við erum að fá hið nýja og gullfallega póstnúmer 102 Reykjavík í Vatnsmýrinni og tengdum svæðum. Þannig að þá mun sú uppbygging sem áður taldist til 101 vera hluti af nýju póstnúmeri 102. Síðustu 18 mánuði höfum við tekið eftir því að bankarnir hafa verið hikandi að lána í ný uppbyggingarverkefni. Hugsanlega vegna þess að þau voru að horfa á tölurnar frá Reykjavík og sá að það var mikið í uppbyggingu. En ég held að það séu allir sammála það núna að bankarnir misreiknuðu eftirspurnina vegna þess að allar þær hundruður og þúsunda íbúða sem hafa verið að komin á markaðinn hafa verið rifnar út. Við sjáum að veltan á fasteignamarkaði að aukast, auðvitað tengist það líka lækkun vaxta. En það mjög áberandi að það sem við köllum meðalsölutíma á íbúðum hefur verið að draga saman. Þannig að íbúðir eru skemur í sölu heldur en áður. Og þær spár sem setta voru fram í upphafi síðasta árs að allar þessar íbúðir sem var að koma inn miðsvæðis í Reykjavík myndu seljast hægt hafa brugðist vegna þess að eins og við sjáum hér á yfirlitinu eftir að þá hafa þær selst alveg gríðarlega vel og sumar mun hraðar en nokkur hafði spáð. En það líka hluti af þessari uppbyggingu íbúðir sem eru byggðar með stoppstyrkjum og kom ekki út á þennan sölumarkað heldur koma út á markaðinn sem örugt leiguhúsnæði á viðráðanlegu verði. Þarna erum við að horfa á íbúðir verkalýðshreyfingarinnar, þarna erum við að horfa á stúdentaíbúðir, þarna erum við að horfa á ýmis minni verkefni líka. Reykjavík hefur verið í algjöru forystu að byggja með stoppstyrkja fyrirkomulaginu sem tiltölulega nýtt, samkvæmt lögum frá 2016 og það eru tæplega 2000 íbúðir sem hafa fengið vilyrði fyrir stoppstyrkjum og þær eru líka að byggjast mjög víða eins og við sjáum í yfirlitinu hér á eftir. En af hverju leggjum við þessar áherslur? Á félagslega blöndun, jú það gerir betri borg, á þróun inn á við, jú þá verður hún grænni og þá kolefnisfótspor okkar allra minna. En það ekki bara út af þessu sem við leggjum þessar áherslur. Við erum líka að hugsa hag heimilanna. Og meðalheimilið með ótrúlega háan samgöngukostnað. Á eftir húsnæðiskostnaði þá samgöngukostnaður annar eða þriðji útgjaldaliður heimilisins fer eftir heimilum. Út af hverju? Út af staðsetningu á húsnæði, miðað við vinnuna og miðað við aðgengi að almenningssamgöngum. Við höfum dregið þetta saman á þessa einföldu mynd sem sýnir í fyrsta lagi að það dýrt að eiga bíl og það dýrt að keyra hann, en það líka dýrt í tíma að þurfa að fara langan veg með bíl til vinnu. Þannig að einn bíll og löng akstursvegalengd getur tekið stóran hluta af starfsárinu hjá venjulegum Íslendingi á meðallaunum og ég tala nú ekki ef að heimilið þarf að reka 2 bíla. Þannig að það gríðarlega mikilvægt kjaramál að okkar mati að íbúðir séu þannig staðsettar að það sé gott og greitt aðgengi að almenningssamgöngum og fólk hafi val það hvaða ferðamáta það notar
en stendur ekki frammi fyrir því að þurfa að reka 1, jafnvel 2 upp í 3 bíla á heimili því að það gríðarlega dýrt fyrir utan að það ekki gott fyrir umhverfið. En hver þá uppbyggingar þörfin? Við teljum byggt á greiningum að það hafi ekki enn verið byggt upp í fulla íbúðaþörf sem myndaðist eftir hrun. Tölurnar voru þetta miklu hærri áður en þetta mikla uppbyggingar átak fór af stað, en við teljum líka að það þurfa að byggja jafnt og þétt. Uppsafnuð þörf um 2000 íbúðir, en við þurfum 1000 íbúðir í Reykjavík á ári, næstu 5 árin og raunar lengur. Hvernig íbúðir þurfum við? Við höfum spurt fólk og það verður farið ítarlegar í þá könnun hér á eftir. Hvað sérðu fyrir þér að þú þurfir næst þegar þú flyttir? Og við sjáum að straumurinn liggur til Reykjavíkur. Við höfum ekki séð jafn mikla eftirspurn eftir því að búa í Reykjavík eins og í tölum ársins. Við teljum að það endurspegli að þeir reitir sem hafa verið að koma út á markaðinn hafa verið að mælast mjög vel fyrir, og við eins og áður sjáum að hugurinn stefnir vestan Miklubrautar í vesturhluta borgarinnar, þar sem stærstu vinnustaðirnir eru, einmitt til þess að minnka væntanlega ferðatímann til og frá vinnu. En það líka verið að kalla á fleiri 2 herbergja íbúðir og við sjáum samt mikla hreyfingu á fasteignamarkaðnum eins og áður sagði, og eitt af því sem ánægjulegt að hlutfall fyrstu kaupenda jafnt og þétt á uppleið. En það kannski engin tilviljun vegna þess að við sjáum að fólk eldra þegar flytur að heiman, og það hafa verið að safnast upp stóri hlutar af árgangunum milli 20 og 30 í foreldrahúsum, og bæði fólk að stefna þaðan út og foreldrarnir að stefna í minna húsnæði til þess að hafa kannski svigrúm til þess að gera aðra hluti þegar efri árin færast yfir. Eina nýjung vildi ég nefna sem að koma núna inn, sem svokölluð hlutdeildarlán sem að nýtast ungu fólki og fyrstu kaupendum. Reykjavíkurborg hefur gert athugasemdir við uppleggið. Við styðjum grunnhugsunina en teljum að upphæðirnar séu of þröngar, og við gerum líka athugasemd við það að borgarbúar og höfuðborgarsvæðið geti ekki nýtt slík lán fyrir þegar byggðar íbúðir, fyrst að að veita slík lán fyrir eldri íbúðir utan höfuðborgarsvæðisins. Við höfum enga síður trú á því að þessi lög geti nýst fyrir verkefni sem við erum búin að vera með í undirbúningi í 2 ár. Borgin búin að vera í forystu í að kalla eftir útfærslu á hagkvæmu húsnæði, hugsað fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur, og 7 stöðum borgina að rísa slíkar íbúðir sem verða á viðráðanlegu verði og munu að stórum hluta passa inn í þessa löggjöf og þessa reglugerð, sérstaklega ef að henni verður nú aðeins breytt með hliðsjón af ábendingum Reykjavíkurborgar. En við komum betur nefnum þessa reiti alla saman sem hluta af yfirferðinni hér á eftir. Ef við horfum á lóðaúthlutanir, þá það eitt af því sem skiptir miklu máli varðandi það hvað getur byggst upp á næstunni, en stóri fjöldi íbúðana enga síður endurskipulag á áður byggðu umhverfi sem að umbreytast í blandaða byggð, atvinnu og íbúðarhúsnæði. Við erum með 21.500 íbúðir í húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar, sem þá óbyggðar íbúðir sem við erum með á áætlun. Hvað þýðir þetta? Jú, þetta þýðir að við erum með það bil 40–50% aukningu íbúða í pípunum með núverandi húsnæðisstofn. Það 53.000 íbúðir í heild í Reykjavík eins og við þekkjum hana í dag. Og húsnæðisáætlun borgarinnar skjal sem að fólk getur kynnt sér á vefnum sem sýnir hvernig reitir
fara í notkun, íbúðir sem flutt inn í, en þarna gerum við grein fyrir því hvaða reitir eru teljast framkvæmdasvæði, hvaða reitir eru til í samþykktu deiliskipulagi en samt ekki byrjað að byggja, hvaða reitir eru í skipulagsferli sem eru þá aðkomast í uppbyggingu og hvaða reitir eru í þróun, eru svona á frumstigi. Og þegar við skoðum hvernig húsnæðisáætlunin dreifist eftir hverfum, þá sjáum við að við erum að þróa borgina allstaðar. Framkvæmdir eru í mismiklu mæli, í mismiklum hverfum, en þegar kemur að þróun svæða, þá er gríðarlega stór svæði að þróast í Vogabyggðinni sem telst Laugadalur og í Elliðavogi og Ártúnshöfða sem eru stóru súlurnar þarna. Í ár vorum við að úthluta lóðum fyrir tæplega 600 íbúðir og við sjáum að húsnæðisfélög án hagnaðarsjónarmiða voru að fá tæplega 300 af þessum íbúðum og hagkvæmt húsnæði 200. En á næsta ári þá verðum við áfram með áherslu að hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. 25% af lóðum fer til húsnæðisfélaga en afgangurinn fer út á markaðinn, almennan verktakamarkað. En eins og við sjáum hér í kynninguna eftir þá er fjöldi reita sem að verktaka ráða þegar yfir sem að er tilbúin í deiliskipulagi og við það fara af stað. Í borgarráði í gær samþykktum við síðan nýtt grænt verkefni. Þeir sem hafa fylgst vel með hafa tekið eftir verkefnum hagkvæmt húsnæði og fyrstu kaupendur þar sem við vorum að bjóða út reiti á 7 stöðum í borginni fyrir þá sem vildu byggja þá tegund af húsnæði. Nú erum við að bjóða fram 5 gríðarlega spennandi svæði í Skerjafirði, Nauthólsvegi, Suðurlandsbraut, Suðurfell og Vigdísalundi, hugsanlega einhver fleiri, Vigdísalundur í Fossvogi, þar sem við munum kalla eftir grænni uppbyggingu. Uppbyggingu íbúðarhúsnæði sem verði í bland við borgarbúskap, grænmetisræktun, grænar samgöngur eða aðrar áherslur sem að kolefnishlutleysi, til dæmis á byggingarstað eða við þróun verkefnisins og velja úr verkefnum á þeim grunni og markmiðið er að fá fram og draga fram framsæknar hugmyndir græna þróun borgarinnar og sjá þær verða veruleika til innblástus og lærdóma fyrir aðra sem að vinna að því að byggja í borginni. Því að auðvitað viljum við þegar fram í sækir að öll uppbyggingarverkefni verði eins græn og nokkur kostur. En þá förum við í uppbyggingar yfirlitin og fyrst örstutt yfir íbúðurnar sem að voru að koma út á húsnæðismarkaðinn. Og við höfum kannski kynnst í gegnum fasteignaauglýsingar blaðana á þessu ári. Það var algjört metár í tilbúnum íbúðum í ár. Það eru 1200 íbúðir klárar sem hafa klárast á þessu ári og fara þá út úr húsnæðisáætluninni. Og við ætlum að hlaupa hratt yfir hvar þessar íbúðir eru. Búseti var að klára 78 ódýrar íbúðir á Keilugranda. Stúdentar voru að klára 244 íbúðir út í Vatnsmýri. HR kláraði 125 íbúðir við Nauthólsveg. Það voru 70 íbúðir sem kláruðust hjá Þ.G. á Hafnartorgi. Á Hverfisgötu voru 38 íbúðir sem kláruðust á Hverfisgötu 94-96. Brynjureitur kláraði sínar 72 íbúðir og á Barónsreit kláruðust 70 íbúðir, Borgartúni 28, 21 íbúð og við Sléttuveg kláruðust bæði 99 hjúkrunaríbúðir í hjúkrunarheimili og 60 íbúðir fyrir eldri borgara á vegum Hrafnistu. A og C hluti af Efstaleiti, þar kláraðust 231 íbúð og Búseti kláraði líka 20 íbúðir í Fossvogi við Skógarveg 16. Síðan kláraðist 41 íbúð í Trilluvogi, fyrstu íbúðirnar í Vogabyggð
og í Úlfarsárdal voru 20 íbúðir hér og þar, en við Urðabrunn 83 íbúðir sem hluti af sama verkefni. Eins og fram kemur í smáa letrinu við allar þessar myndir að þá eru langflestar af þessum íbúðum þegar seldar, en einhverjar einstakar eru ennþá á lokametrum í sölu ef fólk vill kynna sér það. En þá skulum við skoða þau verkefni sem eru á framkvæmdastigi og eru þá að koma næst inn á sölumarkaðinn eða leigumarkaðinn. Þetta alls 3000 íbúðir sem eru í byggingu, og að því við erum ekki að halda þennan fund í fyrsta skipti, að þá eigum við, sem svolítið skemmtilegt, myndir frá því að verkefnin hófust og eins og þau standa í dag, og síðan tölvugerðar myndir af því hvernig þau enda. Og ég ætla þess að leyfa mér að hlaupa svolítið hratt yfir þessa reiti því þeir eru býsna margir eins og þau sjáið, og við byrjum í vesturhluta borgarinnar. Á Nýlendugötu að rísa 7 íbúðir sem eru með þessum burstum eða kvistum og líta svona út í dag og eru alveg að verða tilbúnar, eins og íbúðirnar á Framnesvegi sem eru 9 og eru að komast á sölu. Stúdentar eru á fulla að byggja 69 stúdentaíbúðir við Gamlagarð sem verða svona þegar þeir eru fullbyggðar. Í Austurhöfninni var hola og bílakjallari fyrir bara 2 árum, en þar verið að byggja hótel og 71 íbúð sem hefur verið að rísa upp úr jörðinni, leit svona út í fyrra en svona núna, og þarna mjög skemmtilegt að ganga og sjá þessar byggingar taka á sig mynd. Við Hverfisgötu hefur verið gríðarleg uppbygging á undanförnum árum, og það eru 29 íbúðir sem eru að bætast við þar, og það að fyllast upp í þessa reiti, auk þess sem að eldri hús hafa verið gerð upp með miklum myndarbrag, sum viku tímabundið og eru núna komin aftur eins og við sjáum að þessari mynd, en þarna eru 29 íbúðir og reyndar flutt inn í sumar. Hér tölvugerðarmyndin, en eins og þið sjáið að þá eiga tölvumyndirnar margar sameiginlegt að þær eru síðri heldur en veruleiki sem blasir við þegar búið að byggja upp reitina. Það finnst mér allavega. Á Barónsreit niður við sjó síðan verið að byggja hótel og 29 íbúðir í hólunni sem að blasir þar við nú, en þessar íbúðir munu verða svona. Á Laugavegi 145 verið að byggja snoturt hotnhús sem verður svona þegar það verður fullbyggt með 11 íbúðum, og Bergþórugötu verið að byggja 18 íbúðir sem standa svona en verða fullbyggðar nokkurn veginn í þessari mynd. Á Hlíðarenda verið að byggja nánast heilan borgarhluta yfir 700 íbúðir, og svæðið þar var svona bara fyrir 3 árum, 2017. Árið eftir var strax farið að sjást þessi uppbygging sem jókst síðan verulega 2019, en núna eru allir 4 reitirnir sem þarna að byggjast fyrstir komnir vel á veg, og þeir eru í stafrófsröð, en það eru reitir C, D, E og F sem eru í mestri uppbyggingu. Á C-reit eru 156 íbúðir sem verða svona. Á D-reit eru 142 íbúðir að rísa sem verða svona. Á E-reit eru 178 íbúðir að rísa, standa núna svona en verða á þessa leið, og á F-reit rísa 191 íbúð. Verkið stendur svona en verður á þessa leið þegar allt risið, og það sem kannski ekki sést nógu vel á þessum myndum eru magnaðir og mjög stórir inngarðar sem að smá saman að líta dagsins ljós og hægt að gera sér ferð
Hlíðarendahverfið og skoða þetta allt saman, enda sala hafin og fólk byrjað að flytjast inn. Við Nauthólsveg eins og áður sagði Háskólinn í Reykjavík að byggja stundaíbúðir á 3 reitum. Þar af eru 1 klár, B-reiturinn síðan í byggingu og C-reiturinn að fara af stað. Í Stakkahlíð byggingafélag námsmanna að byggja og samtök aldraðra að byggja fyrir eldri borgara. Byrjum á eldri borgaraíbúðunum. Þær litu svona út í fyrra en svona núna og verða á þessa leið. Námsmannaíbúðurnar eru líka komnar á stað. Þær verða 100 og munu líta svona út þegar þær eru fullbyggðar á næsta ári eða í byrjun þar næsta árs. Kirkjusandur eitt af stærstu uppbyggingarsvæðunum við Sæbrautina niður við sjó og þar gríðarlegur metnaður eins og víða annars staðar í borginni. Kirkjusandsvæðið leit svona út fyrir 2 árum þegar bara jarðvinna var hafin, en í fyrra voru komnar af stað íbúðar byggingar og núna eru nokkrir reitir mjög langt komnir. Á D-reit svokölluð Stuðlaborg að rísa og þar eru fyrstu íbúðurnar fluttir inn í fyrstu af þessum 77 íbúðum sem munu rísa þar og munu líta svona út. Í Sólborg sem þar aðeins aftan við verða 52 íbúðir með frábærum útisvæðum og það lítur svona út, verður fullgert á þessa leið. Á G til H-reit Bjarg verkalýðshreyfingin að byggja 80 íbúðir sem líta svona út núna en verða svona fullbúnar og það þegar byrjað að úthluta í þessar íbúðir veit ég til. Og við förum á eftir yfir fleiri reiti á Kirkjusandsreit sem eru tilbúnir í skipulagi en þar eru framkvæmdir ekki hafnar. Þær eru hins vegar hafnar og langt komnar í Hólmgarði sem í Fossvogshverfinu. Þar eru 13 íbúðir á svona klassískum litlum þéttingarreit sem hefur heppnast gríðarlega vel og útkoman eiginlega betra en tölvumyndirnar. Það líka byrjað að byggja við Grensásveg 1. Þar að vera mjög margar íbúðir, 186 í heildina. Það byrjað á fyrstu 50, nefnilega þessum áfanga. En síðan mun hver áfangin af öðrum hafa framgang þar. Eitt stærsta uppbyggingarsvæði borgarinnar sem raunar var fjallað í Morgunblaðinu í gær Vogabyggðin. Það var mjög gaman að sjá drónamyndirnar í Morgunblaðinu í gær, en hér svæðið eins og það var 2017 og þar var að tala Vogabyggð 1 og hérna svæðið 2019 en nú búið að fylla þarna upp meðal annars úr húsgrunninum þar sem Landspítalinn verður. Og þarna munu rísa mjög skemmtilegar íbúðir við sjóinn og fyrsta húsið þegar farið af stað og það á vegum verkalýðshreyfingarinnar og vegum Bjargs sem að byggja 74 íbúðir við sjóinn sem verður án efa slegist en þær munu líta svona út þegar þær eru tilbúnar og við förum yfir aðrar önnur áform þarna vegna þess að fleira fara af stað í Vogabyggð 1 á næstunni. Vogabyggð 2 nær Sæbrautinni og líka umfangsmeiri byggð. Þar eru margir reitir sem eru komnir af stað. Trilluvogur 1, Skekktuvogur 2, Arkarvogur 2 og Kugguvogur 5. Man rétt að byrja að venjast þessum nöfnum og taka þau sér í munn. En þetta eru þessi reitir í sömu röð og ég nefndi. Og frá annarri hlið, þetta Arkarvogur 2 eins og hann var í fyrra, svona núna og fer að geysast upp úr jörðinni og mun líta svona út. Kugguvogur 5  þessi reitur hér, 47 íbúðir.
og verður svona fullkláraður. Skektuvogur 2 eru 73 íbúðir sem verða svona þegar þær verða tilbúnar og hér séð úr annarri átt. Og Súðavogur 2 er síðastur af þessum 4 reitum sem eru komnir að stað í Vogabyggð 2, 62 íbúðir sem verða svona þegar þær verða að fullu byggðar. Í Efstaleitinu er nánast fullbyggðir reitirnir sem að hafa tekið ótrúlega skamman tíma að rísa. 2017 leit svæðið svona út. 2018 var það komið af stað, í fyrra var það svona og núna er það nánast fullbyggt og ótrúlega skemmtileg rýmin á milli húsana, komin frábær veitingastaður, hárgreiðslustofa og apótek, svo fátt eitt sé talið og eitt af þessum 9 svæðum sem mjög gaman er að skoða. Það er líka kraftur niður við Sléttuveg, svona leit Sléttuvegurinn út í fyrra. Svona er það í ár, þarna rísa upp að miklum krafti 69 íbúðir sem eru hugsuð fyrir eldri borgara og þetta á að klárast í lok næsta árs og verður svona. Í Áslandi og Stjörnugróf er verið að byggja 2 íbúðakjarna fyrir fatlað fólk á vegum borgarinnar og þar verða sem sagt 12 íbúðir sem munu líta svona út þegar það er fullbyggt og upp á Sogavegi, svo við höldum okkur í bústaðahverfinu, er verið að byggja 45 íbúðir. Svæðið leit svona út 2017. 2018 var það komið upp á jörðinni, 2019 nokkuð hátt og nú er það nánast klárt og komið á sölu. Hér er tölvumyndin, en eins og áður er þetta eiginlega betra eins og það er í raun. Í Suðurmjódd er Búseti að byggja 72 íbúðir sem litur svona út í svæðið leit svona út í fyrra, en er núna farið að heldur betur að taka á sig mynd og verður á þennan veg. Í Bryggjukverfinu er verkalýðshreyfingin og Búseti að þróa saman reit á Tangarbryggju 1 og 5. Þetta leit svona út 2018. 2019 var fyllingin búin að taka úr sig mynd og núna er farið að móta fyrir húsum sem sjást betur þegar við horfum á þetta í nærmynd og verður svona þegar þetta verður tilbúið. Sömu sögur að segja af Gufunesinu, þar er uppbygging komin af stað. Þarna verðum við með hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Þorpið vistfélag er fyrst til að byggja á B-reitnum sem þarna sést og fyrstu íbúðirnar verða afhentar á þessu vori og fleiri áfangar eru að fara af stað. Fyrsti áfangin er 45 íbúðir og svona mun þetta líta út þegar þetta verður endanlega komið. Hraunbær 103 leit svona út 2017, 2018 var komin grunnur, 2019 var komið hús sem lítur svona út á þessu hausti og verður svona endanlega og þarna er byrjuð sala á íbúðum en þetta eru alls 60 íbúðir. Það er líka verið að byggja annar stað við Hraunbæinn. Bjarg er að byggja 99 íbúðir upp með Bæjarhálsinum sem að líta svona út á þessu hausti sem að mjög langt komið og hér eru tölvumyndir af öllu svæðinu. Sömu sögur að segja upp í Norðlingaholti. Þar er mjög kærkomið að það er að bætast við íbúðir í því eftirsóttarhverfi við Elliðabraut. Þetta leit svona út 2017. 2019 var þetta komið upp úr jörðinni en haustið 2020 er Elliðabrautin svona útlítandi og verður þessar 82 íbúðir verða svona þegar verða alveg klárar.
Og þar við hliðina á Modex að byggja 128 íbúðir á Elliðabraut 12-24. Þetta var staðan í fyrra, svona staðan núna og svona verður útlitið þegar þetta verður allt komið og ég efast ekki að þessar íbúðir verða eftirsóttar. Í Grafarholtinu Byggingafélag námsmanna að bæta við stúdentaíbúðum á svæði þar sem stúdentaíbúðir eru fyrir. 4 ný hús að bætast við þar sem að teikningarnar sýna. Svona leit þetta út á skipulagi og svona þetta komið af stað. Þetta verða alls 56 íbúðir og frábært að geta nýtt lóðirnar betur og bætt þarna við stúdentaíbúðum. Það gríðarleg uppbygging í Úlfarsárdal og mjög góð sala á lóðum undanfarið. Einbýlishúsalóðir hafa verið til þarna nokkuð skeið og hafa verið nokkurs konar hilluvara en það líður ekki svo mánuður að við séum ekki að selja nokkrar einbýlishúsalóðir og reyndar raðhúsalóðir sem hafa verið að seljast þarna í gegnum borgarráð undanfarnar vikur. Urðarbrunni verið að byggja 20 íbúðir og Lofnabrunni 10 íbúðir og síðan upp við Leirtjörn sem viðbótin við hverfið. Þar litu mál svona út 2017. 2018 var búið að hefja gatnagerð. 2019 var byrjað að byggja hús og núna haustið 2020 að þá hefur þeim fjölgað býsna rösklega og þarna munum við sjá mikla og góða umbreytingu og líka mikil umhverfisgæði því að Leirtjörnin verður í miklu betra jafnvægi. Hún hefur verið að tæmast alveg og valda í raun moldarfoki undanfarin ár og áratugi en núna verður hún í raun eins og tjörnin sem við sjáum hér fyrir aftan mig. Fasti með fuglalífi og dásamlegu umhverfi þarna við rætur Úrvalsfellsins. Og það verið að byggja þarna á 3 stöðum, Silfratjörn, Gæfutjörn, 2 stöðum við Silfratjörnina. Það í fyrsta lagi Bjarg sem að byggja 83 íbúðir sem verða svona. Í öðru lagi Fjaðramót sem að byggja við Gæfutjörn 46 íbúðir af 95 sem að verða í heild og munu líta svona út og síðan verið að byggja líka 4 íbúðir við Silfratjörn til viðbótar. Nú í Reynisvatni að þar verið að bæta við nokkrum sérbílum og 8 íbúðir í byggingu og það sá hverfisluti að klárast. Þannig að þetta var svona þeysireið frá vestri til austurs yfir þau svæði sem að eru í framkvæmd og þá komum við að því sem tilbúið í deiliskipulagi. Það ennþá fleiri íbúðir. Þetta voru 3000, það sem tilbúið að fara í gang eru 4900 íbúðir sem skiptast á mjög marga reiti. Nú þarf ekki jafn margar myndir af hverjum reit en eðli málsins samkvæmt þá ætla ég að fara hratt yfir sögu, við erum farin að þekkja á suma. Staldra aðeins við Héðinsreitinn vegna þess að hann að fara í gang líklega strax á þessu ári. Þarna að koma alls 375 íbúðir og fyrstu 100 íbúðirnar að fara í gang núna. Þetta staðan á reitnum á þessu hausti en við sjáum hér myndir af Seljavegi 2 þar sem verða 102 íbúðir, Vesturgötu 64 þar sem verða rúmar 200 íbúðir og Vesturgötu 67 síðan hinum yfir götuna og þar eru félagsbústaðar að byggja. Vesturbuktin líka loksins að fara af stað. Við höfum fjallað hana oft á þessum fundum. Hún byggir á frábæru skipulagi og skemmtilegri hönnun, við hliðina á Marína hótelinu og nær að Sjóminjasafninu. Þarna verða 180 íbúðir og fyrsti áfanginn að fara af stað næsta vor og vonandi líka Steindórsreiturinn eða Bíkorreiturinn við Hringbraut þar sem á að byggja rúmlega 80 íbúðir. Við Nauthólsveg heldur Háskólinn í Reykjavík síðan áfram með stúdentaíbúðir
á næsta ári. Við erum að sjá fyrstu íbúðirnar rísa á sjómannaskólareit, bæði verkefni sem hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur á vegum vaxtarhúsa, en líka leiguíbúðir fyrir aldraða á vegum félags eldri borgara. Á Hlíðarenda hægt að byggja á A-reit en óljóst hvort að það fari í gang á næsta ári. Snorrabraut 60 geta 49 íbúðir farið af stað á þessum reit sem lítur svona út í skipulagi. Á Höfðatorgi var verið að leggja inn beiðni að fá að rífa gamla Váhúsið. Þar eiga að koma 86 íbúðir og atvinnuhúsnæði sem mun líta nokkurn veginn svona út. Borgartúni 34 til 36 leyfið til að byggja 82 íbúðir á gamla Guðmundar Jónassonar reitnum. Á Háleitisbraut samþykkt skipulag fyrir 47 íbúðir. Þetta á lóð Sjálfstæðisflokksins og gæti farið í uppbyggingu á næsta ári. Í Starmýri 2A leyfi fyrir 18 íbúðum. Á Blómavalsreit samþykkt skipulag fyrir 110 íbúðir sem mun vera aðeins í bið, en á Kirkjusandsreitinum sem við fjölluðum áðan að fara af stað uppbygging á 82 íbúðum á svokölluðum E-reit, og Brynja, hússjóður Öryrkjabandalagsins, að fara að byggja 42 íbúðir á E-reit. Það verður síðan haldið áfram að byggja íbúðir fyrir eldri borgara á Sléttuveg, 81 íbúð þar. Og í Vigdísalundi eru Gunnar og Gylfi að fara af stað með 15 íbúðir í grænu svæði. Grensásvegur 1 mun halda áfram með næstu áfanga, og í Vogabyggð 1 mun fara af stað á vegum Kaldalóns bygging Stefnisvogar 2, 71 almenn íbúð þar, og í Vogabyggð 2 eru skipulagsheimildir fyrir 470 íbúðum sem munu nokkrar fara af stað, eða nokkrir reitir fara af stað á næsta ári ef að líkum lætur, eins og 8 íbúða kjarni á vegum félagsbústaða við Hagasel. Það eru 2 reitir til viðbótar við Hraunbæ Bæjarháls með 58 íbúðum hvor sem mun fara af stað, annars vegar almennar íbúður og hins vegar á vegum Bjargs. Og í hverfisskipulagi Árbæjar má víða bæta við íbúðum þó við séum ekki með heildaryfirlit yfir það eða vitum ekki hvað það gerist á löngum tíma. Við munum síðan sjá hagkvæmt húsnæði halda áfram að rísa í Bryggjukverfi á vegum 2 verkefna sem heita Módulus og Setrus, og í Gufunesi heldur þorpið áfram að byggja og Hoffell fer af stað. Þetta eru líka dæmi hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur sem við sjáum hér. En stóri aðilinn sem að fara af stað núna í vetur Spilda, sem með byggingarétt fyrir alls 650 íbúðir í Gufunesi, og fyrsti áfangi þeirrar uppbyggingar sem mjög áhugaverð fer af stað í vetur. Hoffell hagkvæmt húsnæði sem þarna á Einarsreitnum og mun líka fara af stað að öllum líkindum. Það eru líka fleiri verkefni að fara af stað við Leirtjörn í Úlfarsárdal, þannig að þeir reitir munu þéttast eins og Rökkvatjörn 1 og 3, en alls eru skipulagsheimildir fyrir 190 íbúðum í Úlfarsárdal og 10 til 20 íbúðum í Grundarhverfi á Kjalarnesi, þar sem fornleifarannsóknir eftir til þess að hægt sé að fara af stað. Þannig að þetta voru tæplega 5.000 íbúðir sem eru þegar í samþykktu deiliskipulagi, og þar þarf bara að leggja inn byggingarnefndateikningar. Það deiliskipulag sem í vinnslu fyrir ennþá fleiri íbúðir, næstu í 10.000 íbúðir, og það dreifist líka mjög víða á KR-svæðinu í Vesturbæ, í Skerjafirði þar sem heilt nýtt hverfi í auglýsingu. Við munum auglýsa fyrstu lóðirnar á næsta ári. Á Heklureit og í Holtum geta bæst við allt að 600 íbúðir.
Þessi reitur hefur verið í skoðun og skipulagsferli. Á Veðurstofuhæð þar sem við erum að færa veðurmælana munu koma íbúðir og orkureitur á leið í auglýsingu á deiliskipulagi. Mjög spennandi skipulag sem hefur verið í þróun þar við borgarlínustöð og það sama á við Kringlureit. Það deiliskipulag í mikilli þróun og fyrsti áfanginn þar verður með nokkuð 100 íbúðum og hann gæti farið af stað á næsta ári eða þar næsta. Í Skeifunni sjáum við fyrir okkur að allt að 750 íbúðir geta byggst til lengri tíma. En við erum líka að þróa fleiri reiti í Vogabyggðinni, Vogabyggð 3 og síðan Vogabyggð 4 í tengslum við borgarlínu og þróun Ártúnshöfðans. Ártúnshöfðinn verður kynntur hérna sérstaklega á eftir. Þetta langstærsta uppbyggingarsvæðið til næstu 10 ára í borginni 7500 íbúðir sem eins og eitt stykki Garðabær á 80 hekturum. Gríðarlega fjölbreytt og spennandi svæði sem verður með mjög grænum áherslum, þéttbyggð í nálægð við náttúruna sem mun hafa upp á allt það besta að bjóða sem borgin getur veitt og það verður farið betur yfir þá hverfishluta sem að falla þarna undir og meira myndefni. Við erum síðan að þróa hverfiskipulag Breiðholts og sjáum fyrir okkur stúdentaíbúðir, bæði við Arnarbakka, þar sem gamalt hverfiskjarni hefur verið í niðurníðslu, og í Völvufelli og Eddufelli, þar sem að við höfum verið að rífa upp gamlan hverfiskjarna einnig. Við erum síðan að leggja á ráðin frekari stækkun kvikmyndaþorpsins í Gufunesi með frekari lóðaúthlutunum, húsnæði fyrir skapandi greinar og í kjölfar fornleifarannsókna munum við fara að skipuleggja þar annan áfanga fyrir frekari íbúðir og þróun af svipuðu tagi. Við erum að þróa Vindás Brekknás í samvinnu við Bjarg, verkalýðshreyfinguna, þar sem koma 80 íbúðir og erum að skoða 100 íbúða viðbót á Kjalarnesi. Þetta voru ansi margar íbúðir, ansi mörg verkefni en líka á mjög mismunandi stigi. Þær eiga það allar sameiginlegt að vera hluti af grænni sýn, grænni þróun borgarinnar, kraftmiklum vexti inn á við. Við sendum í mörg hús yfirlit í þessum bæklingi í vikunni sem líka hægt að kynna sér á netinu, á vef Reykjavíkurborgar, en þetta var yfirferðin í ár og ég mjög stoltur af öllum þessum verkefnum sem að hér farið yfir. Það væri hægt að verja heilum degi í hvert og eitt þeirra en ég vona mér fyrirgefist að hafa farið svona hratt. Þetta einfaldlega svo mikið. Takk fyrir það, Dagur B. Eggertsson. Nú farið þið bara vasklas. Þetta var glæsileg yfirferð og mér segir svo hugur og geti talað þetta í marga daga samfleytt. Eins og þú segir, það er bara veisla í gangi í borginni. Það er gríðarleg uppbygging rosalega víða og einmitt Dagur myndist á þetta blað sem var borið út í hverju borgarinnar. Maður fær bara pínu svona, ég fekk bara pínu svona sjokk að sjá hvað er mikið í gangi, tekið saman og það er gaman að sjá. En að því að þið takið svona græna planið, sérstaklega hérna út og þú hefur auðvitað svona sagt að þetta sé loftslagsmálin þar í fyrirrúmi, umhverfismálin og byggja inn á við. Getum við dregið örlítið saman bara svona í praxís hvað þetta græna plan þýðir fyrir íbúa og borgarbúa? Já, græna planið þýðir það að nýjar íbúðir eiga að vera vel staðsettar í nánd við frábærar almenningssamgöngur. Þá verður það hugsað í gegn fyrir öllu sem kemur af flokkun sorps, umhverfisfrágangi, aðgangi að næsta græna svæði, góðu leiksvæði fyrir börn, góðu leiksvæði fyrir fullorðna, hreyfisvæði fyrir aldraða. Græna planið er heildarhugsun þróun borgarinnar til lengri tíma. Þar sem við erum alltaf að hugsa kolefnisfótspor, þar sem við erum alltaf að hugsa lífsgæði, þar sem við erum alltaf að hugsa lýðheilsu. Og góð borg verður ekki til nema allt þetta sé undir
og byggðin þétt þannig að þjónustan dreifist ekki út allt, heldur sé nálægt þér. Þannig að, og við, svona 20 mínútna hverfið eitthvað svoleiðis. Nákvæmlega, svona korter 20 mínútur í þjónustu, þannig að þurfum ekki að sendast hérna endimarkan á milli. Þú komst aðeins inn og einmitt hérna byggja inn á við og þétting byggða og allt þetta og mörg hverfi eru þegar bara komið mjög langt eða jafnvel alveg reiðubúin. Þetta hefur auðvitað dálítið verið í umræðinni, þessi þétting byggður og blöndu byggð og þetta eru svona 2 ásar í umræðinni á bara alltaf að taka nýtt land og ég á mínum einkabíl fer bara fjær kjarnanum og allt það. Hvernig hefur þetta gengið þessar þéttingarpælingar svona hingað til? Sko síðast þegar fjölgaði 70.000 manns á höfuðborgarsvæðinu þá var það gert með því að dreifa byggðinni. Þannig að við vitum nákvæmlega út af hvað það gengur. Og það hefur leitt til aukinnar umferðar, meiri tafatími í umferðinni, aukinnar mengunar og þjónustan lengra frá okkur. Þannig að við settumst við það, hvernig getum við, að við vitum og spáum því að það muni fjölga 70.000 manns aftur til 2040 og fórum yfir það, hvar getum við komið þessu fólki fyrir án þess að ganga umhverfið, þannig að það sé gaman og gott að búa hérna, þannig að þjónustan sé nálægt okkur, þannig að kolefnisfótsporið fari ekki upp úr öllu valdi og samgöngurnar verði í lagi og það með þéttingu. Sumir höfðu efasemdir upphafi, það var sagt þetta mun aldrei seljast, það vill þetta enginn, hérna, við elskum bílinn og svo framvegis. Staðreyndin sú að þessi þéttingarsvæði sem hafa verið að byggjast af miklum krafti undanfarin ár hafa rokið út. Við sjáum hækkandi tölur í eftirspurn eftir nákvæmlega þessum íbúðum. Fólk vil gjarnan hafa val það hvort að borgi fyrir bílastæði í kjallara eða sleppi því og það var eiginlega svo til tímamót fannst mér þegar það kom fram í könnun núna bara á dögunum að helmingur þeirra sem fara eiginlega allara sinna ferða á einkabíl vilja gjarnan ferðast öðruvísi. Þannig að það ekki rétt sem hefur verið haldið fram að þetta sé bara val allra og svona viljum við hafa. Það frekar það að borgaryfirvöld hafa einhverju leyti brugðist að búa til frábæra valkosti þar sem þú getur notað strætó, þar sem þú getur notað borgarlínu, hlaupahjólin eða bara stytta þessa vegalengd milli vinnunar og íbúðabyggðarinnar og þétting byggðar nefnilega það að við erum að reyna að fjölga íbúðum þar sem við vitum að stærstu vinnustaðirnir eru og við erum að reyna að búa til atvinnu út í hverfiskjörnunum þar sem fólk býr. Já, sko Dagur, ég get ekki sleppt aðeins að nefna örlítið þessa furðulegu tíma sem við erum á og það auðvitað bara gríðarlega mikið í pípunum hjá borginni og uppbygging út allt. Það eru hins vegar mörg dálítið stór spurningamerki á lofti, auðvitað bara, nú erum við á tímum koronavírusins og þetta höfuðborgin og hér hefur ferðamannastraumur verið mikill og hann einhvern veginn bara þurrkaður út á nokkrum vikum, vonandi bara tímabundið. Þú hlýtur að hafa áhyggjur af einhverju í tengslu við þetta hérna stóra og metnaðarfulla plan bara á þessum furðulegu tímum. Hverju hefur svona mestar áhyggjur af? Ég veit út bjartsýnismaður en ætla samt að biðja að svara þessu. Sko, í fyrsta lagi þurfum að horfast í augu við það að koronaverufaraldurinn ekki bara sjúkdómur og heimsfaraldur, hann líka eitthvað þyngsta efnahagslega högg sem ekki bara Ísland heldur heimurinn hefur fengið. Græna planið hins vegar, sko, það bæði rétt svar við stöðu efnahagsmála. Það sterkt viðnám og viðbragð með mikilli fjárfestingu en við erum að beina fjárfestingunni í rétta átt í nauðsynleg verkefni til að tækla loftslagsvána sem hitt stóra verkefni sem við stöndum frammi fyrir og í að þróa borgina og með því að halda þennan fund og miðla þessu að þá vona ég að við getum líka miðlað ákveðnu sjálfstrausti og öryggi. Við fórum nefnilega í gegnum það eftir hrun að það mistu eiginlega allir svolítið kjarkinn. 2010 fóru 10 íbúðir í uppbyggingu í allri borginni, hugsa þér, 10. Já. Og þegar ég fór að tala það að vantaði hérna litlar og meðalstórar íbúðir vegna þess að hérna það væri að koma nýjar kynslóðir og svo framvegis, þá var bara hlegið og sagt að hérna andinn í umræðinu var einhvern veginn eins og síðasta íbúðin hefði nokkuð tíma verið byggð.
og við eigum að hafa lært að þessu, við eigum að hafa lært að maður verður að hafa sýn, maður verður að hafa áætlanir, maður verður að hafa sjálfstraust til þess að segja ef það var einhvern tíma nauðsyn á að halda dampi í fjárfestingu, helst bæta í, þá það núna á næstu misserum og borgin ætlar einfaldlega með sínum áætlunum, með sínu skipulagsvaldi og sem fjárfestir, með fjárfestir í öllum þessum verkefnum að gera sitt til þess að við höldum dampi en förum í græna átt. Það kjarni málsins. Það kjarni málsins og það verða lokaorðin hérna í bili. Takk kærlega fyrir þetta, Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri